Þetta sagan af fiðrildinu sem stappaði. Þetta sönn saga og þetta gerðist einmitt svona. Fyrir langa löngu í grári fornestu meðan veröldin var ennþá býsna ung var til yndislegur garður fullur af appelsínutrjám og kaneltrjám og engiferjurtum og rósum. Og í miðjum þessum yndislega garði var gríðarmikil gilthöll. Og í miðri þessari gríðarmiklu og giltu höll voru 999 drottningar frá Egyptalandi, Persíu og Kína. Og mitt á meðal þessara 999 drottninga satt hinn vitri og farsæli þjóðhöfðingi Súlíman fursti. Sumar eiginkonur hans voru indælar, en sumar voru blátt áfram hræðilegar. Og það hræðilegu rifust við þær indælu og gerðu þær hræðilegar líka. Og svo rifust þær allar við Súlíman fursta. Og það var hræðilegt fyrir hann. Hann var vitalega mjög voldugur þjóðhöfðingi og réði yfir miklum töframætti. Ef hann vildi, þurfti hann ekki annað en að snúa hringnum á fingri sér til þess að kalla fram 4 gullvængjaða anda sem hefðu auðveldlega geta breytt öllum þessum 999 rifrildistjóðum í hvít múldýr eða úlfalda eða jafnvel eplasteina. En það gerði Súlíman fursti ekki. Hann vissi að með því væri hann bara að monta sig og sýnast. Þegar rifrildið keyrði úr hófi, laumaðist hann burt út í indæla garðinn sinn til fundar við æðstu eiginkonu sína, Baltís hina fögru. Ó, lávarður minn, ljós augna minna, sagði Baltís. Snúðu nú hringnum á fingri þér og kallaðu á andana og sýndu þessum rifrildistjóðum hvað þú ert voldugur. Ó, lafði mín, yndi ævidaga minna, sagði Súlíman fursti. Ég get ekki gert það sem þú biður. Það var ég bara að sýnast og mikla mig af valdi mínu. Ég verð að finna aðra leið til að binda enda á þessi rifrildi. Ef ég settist undir eftirlætis kaneltréð mitt eftir mér kannski eitthvað í hug. Baltísinn fagra unni Súlíman mjög heitt og hann tók sárt að sjá hans svo hryggan að hún faldi sig þar sem hún gat vakað yfir honum og kannski hjálpað honum á einhvern hátt. Skyndilega var þögnin rofin af háværum rifrildisröddum. Súlíman fursti leit hægt upp og bjóst við að sjá einhverja af konum sínum. En svo var ekki. Þetta voru 2 lítil fiðrildi. Kona góð, ég stíl ekki hvernig þú vogar þér að halda áfram að móta mig svona, sagði annað fiðrildið. Veist ekki að ég þarf ekki annað en að stappa niður fæti til þessi gríðarmikla gilta höll Súlímans fursta og garðurinn hans indæli hverfi í þrömustíi. Í fyrsta skipti í mörg ár gleymdi Súlíman fursti rifrildistjóðunum eiginkonum sínum. Hann fór að hlæja að groppi fiðrildisins litla og sagði: Komdu hingað, sonur sæll. Fiðrildiskallinn var skelfingu lostinn, en að því hann vildi sýna konu sinni hvað hann væri voldugur fiðrildiskappi, reyndi hann að bera sig hetjulega og gerði eins og hann var beðinn. Sonur sæll, hvíslaði furstinn, hvers vegna varst að segja þessa fjarstæðu við konu þína? Megir þú lifað eilífu, Súlíman fursti, stundi fiðrildið. Viltu fyrirgefa mér? Hún alltaf að rífast í mér og ég varð að láta mig detta eitthvað í hug til að þakka niður í henni. Þú veist nú hvernig þessar konur eru. Já, sagði Súlíman fursti brosandi. Það veit ég vel. Þarna sérðu hvað þú hefur upp úr þessu ræpi þínu, tuðaði fiðrildisfrúin. Furstinn heyrði til þín og það ekki nema mátulegt á því fyrir að vera að ljúga svona. Heyrði til mín, sagði fiðrildiskallinn. Auðvitað heyrði hann til mín. Ég ætlaðist til að hann heyrði til mín. Ég ekki hræddur við neitt. Einum við það, sagði kona hans. Jæja, hvað sagði hann? Já, okkar á milli, góða mín.
þá bað hann mig að stappa ekki niður fætin. Og þar sem höllin og garðurinn hljóta hafa kostað drjúgan stilding, þá lofaði honum að ég skyldi láta það vera. Hjálpi mér, sagði kona hans og satt grafur kyrr. Súlimann fursti gat ekki stillt sig að hlæja að ósvífninni í fiðrildiskallinu. Hann hló hjartanlegar en nokkru sinni fyrir á ævinni og Balkis hinn fagra brosti þegar hún sá eiginmann sinn svo glaðan og hugsaði með sér: ég verð að notfæra mér umhyggju lávarða míns fyrir þessum litlu fiðrildum til að losa hann við þetta eilífa rifrildi í drottningum hans. Systir sæl, komdu hingað til mín. Trúirðu því sem eiginmaðurinn var að segja? Mergir þú lifað eilífi drottning mín, stundi firildisfrúin. Ég þóttist bara trú honum til að hafa hann ánægðan. Þetta er að vísu oft álítið þreytandi, en þú veist hvernig þessir eigimenn eru. Já, sagði Balkis brosandi, það veit ég vel, en næst þegar hann hótar að stappa, skaltu bara segja honum að gera það. Það ætti að kenna honum að hætta þessu grobbi. Og firildisfrúin flaug til maka síns og brátt rífust þau heftarlegar en nokkru sinni fyrr. Mundu eitt, sagði rifrildskallinn í viðvörunartón. Mundu hvað getur gerst ef ég stappa niður fæti? Ég trúi þér ekki, svaraði kona hans. Þú getur ekki einu sinni sveikt grasstrá þótt þú stappar öllum kröftum. Stappaðu bara, ég mana þig. Stappaðu, stappaðu. Hún vil að ég stappi, stundi firildskallinn upp. Þú veist að ég geta það ekki. Ó, hjálpaðu mér, annars hlær hún að mér alla ævi. Nei, það gerir hún ekki, sonur sæll. Hún lær aldrei að því en ég rífst við þig að óþörfu framar. Ó, þjónar mínir, sagði Súlimann fursti. Þegar þessi herramaður stappa niður fæti, eigið þið að láta hölln mína og garðinn hverfa í þrumustígi. Og þegar hann stappar aftur, eða komið allt saman á ný, mjög gætilega. Og þarna ertu þá, æpti firildisfrúin. Ég hélt þú ætlaðir að stappa. Stappaðu þá, stappaðu, stappaðu. Og firildskallinn stappaði. Hjálpi mér, stamaði firildisfrúin. Ég skal aldrei fram að draga orðin í efa, en komdu nú allir samt lag aftur, gerðu það. Firildskallinn var nærri því jafnræddur og kona hans og hann stappaði aftur. Þá komu drottningarnar allar 999 hlaupandi út úr höllinni. Á yfir drottning, hrópuðu þær. Hvað kom eiginlega fyrir? Við vorum í óða önn að rífast inn í höllinni, en í næstu andra voru við umluttar þrumum og svarta myrkri. Þá sagði Balkis hinn fagra og vitra. Þetta var svo sem ekkert. Það var fiðrildi að kvartaði þustan vegna rifrildisins í konu hans. Hún var að gjöreyðileggja líf hans. Og Súlimann fursti þóknaðist að veit henni dálitla ráðningu. Ó, stundu drottningarnar. Ef furstinn gerði þetta bara út af rifrildi einnar fiðrildisfrúar, hversu miklu meira verður þá ekki ráðningin sem að veitur okkur, sem höfum angraðan árum saman með tilgangslausu rifrildi? Og þær læddust aftur inn í höllina, þögular eins og mýs. Ó, lafði mín, gimste gæfu minnar, sagði furstinn. Hvernig gerðist þessi dásamlegi atburður? Ég var svo upptekinn af fiðrildunum að ég veit ekki hvernig þetta gat gerst. Balkis sagði honum það og honum fannst mikið til að Balkis skyldi vera jafn greind og hún var fögur. Þau lifðu saman í ást og eindrækni upp frá því og það gerðu fiðrildisfrúin og grofni karlinn hennar líka.
fyrsta og síðasta fiðrildi veraldar sem hefur stappað.